Við ætlum að fara nú yfir það hvernig við búum teikniblöð Revit. Við ætlum að búa til 3 stærðir. Við ætlum að starta sheet-fæbuli. Við ætlum að búa til A1 blað, A2 og A3 blað. Ég ætla að fara aðeins yfir línustillingarnar. Þykktin á línu, þetta er svipað eins og layers í AutoCAD sem við þekkjum það. Ég fer aðeins yfir labels, hvernig þau vinna með teikniblöðunum. Þetta er svipað eins og attributes í AutoCAD. Maður slæðir inn einhverju breytum og það breytist nafnið á teikniblöðinu. Ég fer í textatörurnar, hvernig við vinnum með þær, hvernig við getum breytt þeim. Og að lokum hvernig er best að vista svona teikniblöð sem eiga til síðar að nota. Á verkefnabréfinu hjá okkur eða innu þá eigum við að sjá svona fyrirmyndaramma, dæmigerður rammi. Þetta er svipað rammi eins og við höfum verið en nú ætlum við að búa til sjálf og hérna eru þessar teiknihausinar. Við búum til breytur til þess að geta slegin heimilisfangi á okkur og það birtist á öllum teiknirammunum. Svo maður betur inn. Og við þurfum að búa til textastærðir og stafastærðir og mismunandi línutildir. Við getum unnið með þá. Ég ætla að bæta inn í þetta teikniblað hérna, ég gæti sjá eða ég ætla að bæta við hérna er samþykkt og ég ætla að bæta við hérna label sem heitir þá hönnunarstjóri. Það þarf að hafa það með. Þið eigið vantarlega ykkar logo, getur notað ykkar logo. Við ætlum að teikna líka upp, þetta er hérna fyrir blaðbrotin, þannig að setja að brjóta saman teikningarna þannig að það endi í A4, þessu er 210 mm á milli. Það er breiddin á A4. Það er að sé hérna. Já, sjá hérna 210 sem 297. Þetta er stærð á A4, þannig að þið brjótið saman teikninguna, þá passar hún í A4 uppi. Hérna niðri, já, við ætlum líka að búa til, nánari málsendingar, búa til svona útgáfuskrá. Það verður ekki sýnt í þessu myndbandi, það verður sýnt í öðru myndbandi, hvernig við getum gefið út breytingar, skrá yfir teikningar. Þetta er nauðsynlegt fyrir þá sem er að vinna með löglegar byggingarteikningar. Það geta sýnt ferilinn, sýnt breytingar. Og hérna erum við með A3 ramman, málsendingarnar á því. Það er svona ekki alveg margar hérna upplýsingar á því. Og það er leyfilegt í dag samkvæmt byggingarreglugerðinni að skilja teikningar á A3. Það minnkar aðeins pappírsflóðið. Ég myndi vilja setja einn ramman hérna, við setjum henni 70, rammi sem er 100 mm sinni 70 og hann er samkvæmt reglugerðum hugsaður sem svæði, eins og það sett hérna uppi. Það sett hérna, hann er ekki málsettur undar á stóra blaðinu. Hann er sem sagt 100 sinni 70 og þetta er plássið fyrir stimpil byggingarfulltrúa þegar hann er búinn að samþykkja teikningar. Við ætlum einnig að búa til þetta er A1 blað sem við ætlum að búa til sem er 841 mm sem er 494. Við ætlum að búa til A2 blað og A3. Í Revitinu þá förum við í Families, New og hérna sjáum við Title Blocks og hérna eru uppsettar fyrir okkur blaðarnar. Opnum hérna A1, byrjum á því. Open. Og þá fáið þið view með einhverjum línum. Þessar línur eru jafn stórar. Sjá, sést nú ekki hérna skjána hjá mér. Það er smella hérna á milli þess að sýna ykkur stærðina á þessu. Sjá, þetta er 841 sinnum 594 og við kíkjum á ISO-blaðið okkar hérna, paper size. Það sjáum við hérna 841 sinnum 594. Þetta er sérst blaðarstærðin á A1.
Þessar línur sem eru hérna, þetta er bara línur sem afmarka stærðina á blaðinu, við viljum ekkert endilega þetta sjáist. Við getum þá farið í línustillíkunar, sko. Ef við myndum velja þær allar svona ljómaðar allar, þá sjáum við hérna að hérna er subcategory hérna, þá getum við valið hérna hvort þessu titleblocks, white lines, thin lines, medium lines eða invisible. Við viljum að velja þetta invisible. Við viljum ekkert að sjá þetta ef við prentum út. Það gerir samt ekkert hérna, við sjáum þetta ekki fyrir þannig að vinna með þetta inn í módelinu. Kíkjum við aðeins á fyrirmyndina þá sjáum við hvað er að gera. Við ætlum að búa til, svo við skoðum hérna í hornið, bláhornið. Þá sjáum við hérna er svona þykkari lína sem mun sennilega sjást þegar við förum að vinna með þetta. Það verður brotalína hérna sem við förum í eftir hvernig við vinnum. Þessi lína sem við vorum að hæta og setja í invisible, það er þessi ljóskráa hérna. Og við ætlum síðan að hafa 8 mm línu hérna inn fyrir til þess að skilgreina prentgluggann sjálfan. Við viljum ekki að setja prenta hérna alveg út í. Fæstir prentar að ráða við það. Þannig að við höfum þetta svona og 8 mm línu hérna og þá er það glugginn sem að skilgreina hvaða nýtilega pláss við höfum á teikniblaðinu okkar. Nú ef við förum aftur inn í Revitið þá erum við búin að setja hérna þetta í invisible line, og ég ætla að bæta við línugerðum, eða réttara sagt fara að vinna með línugerðir til þess að teikna upp í raun og veru rammann sjálfan. Þannig að við ætlum að fara hérna á starfsísdæminu, svo ætlum við að fara þá inn í línustillingarna þar. Og við ætlum að teikna upp þessar útlínur á rammanum okkar og við veljum hérna line hérna. Þá erum við hérna með þessar típur sem við sýndum talaðum á þann. Medium lines, thin lines og white lines og invisible. Þetta er þetta stilla, þetta er bara eins og þið sem að þekkið AutoCAD-ið. Það er þetta að búa til nýja layera. Revit er aðeins einfaldara með þetta. Það færi hérna í manus hérna og við myndum velja object style sem er hér. Þá sjáum við hérna eru línunar sem við vorum að búa til. Medium, thin og white lines. Og hérna er línuþykktinn, þetta er 3 mm, 1 mm og 5 mm. Við sjáum hún er 5 mm á white og 1 í thin lines. Það er hægt að stilla liti hérna. Og ef ekkert er valið hérna þá er hún sennilega solid line, hún er sem sagt heil. Hérna getum við búið til nýja línu, þetta sýnir hvernig maður gera það. Þetta er bara að ýta hérna á New. Og hérna erum við bara með bara dotted line eða eitthvað hlutis, bara prófa okkur aðeins. Og við skulum hafa þetta sem titleblocks, og ég geti sagt hérna, þetta er hérna þá línu þykktin er 2 og það er einhver litur hérna, og svo getum við valið hérna hvort þessi dash, dot, demilize, double dash. Það er hérna í göttunum. Við getum haft hérna double dash sem dæmi. Það er bara og þá er ég komið með þetta inn í grid og línu og koma hérna teiknimöguleikarnir og hérna er það komin mín nýja lína mín og ég teikna hann upp og hún er bara svona leiðinni. Og medium lines eru svona og white lines eru hérna. Nú sér maður engan mun. Af hverju skyldi það vera? Svo var ekki með medium line hérna, það hafa alla típunar uppi. Ég man ekki hvað það er búin að teikna thin lines. Ég sé engan mun. Það er þetta því að ég er með haka við hérna uppi, thin lines. Við getum ekki eftir einn til. Afhugum þetta. Þá, zooma þessi. Þá sjáum við hérna að þær eru aðeins í mismunandi þykktum. Thin lines og þá verða alla línur jafn þykkar, við sjáum ekki munin. Bara sé ykkur þessu þegar við fara að teikna inn að
thin line sé afbakað þannig þið sjáu nú hvað erum að gera. Þannig að næsta skref hjá okkur er að teikna upp þetta hérna. Þið sjáu hérna er þetta málsett og við ætlum að teikna þessa litlu línu hérna. Spurning hvort það sé ekki bara median lines. Þessi hérna thin line sem sjáu smámyndir á þessu. Og hérna eru blaðabrotslinurnar sem við höfum okkur að zooma svo langt út, sem við höfum okkur að brjóta saman teikningunni og ganga frá útbrentur í A4 mappu. Og já, ég að zooma hérna inn á. Og þið sjáu hérna eru mismunandi tiltir á línum. Þið vinnið með þetta og teiknið upp hreinlega ramman bara eins og hann kemur út hérna í þessu. Og við ættum að sjá öll málin hérna. Já. Og síðan var þessi hérna rammi minni, hann er 100 sinnum, það er 70 mm hérna. Ætti að vera. Það var búin að fara yfir línutillingunar og nú ætla ég að fara eins yfir labels, hvernig það virkar. Þetta svipað eins og attributes í AutoCAD. Þekkja það. Attributesið eða labelsins, hann er, ég ætla að zooma með þessi hérna inn og færa mig hérna nær, svona. Þá er labels, hann myndi stýra þessum hérna liðin. Heimilisfanginu, verkheitinni. Þetta þá kemur sjálfkrafa inn á öll teikniblöðin, þetta er mjög þægilega heldur en AutoCAD-inu. Þessi hérna litlu stafir hérna fyrir ofan, þetta eru fastir stafir og breytast ekki neitt. Þannig að labels hérna og þetta eru fastir textir sem breytast ekki neitt. Við ætlum síðan að vinna með þetta og við þurfum sennilega að búa líka til textatæri. Þið sjáu hérna það er gefið upp hérna hvað þetta er stór textatær og þetta getur við notað til að miða við að búa til bæði fasta texta og labelana, sjáum við. Við finnum labelinn hérna undir create. Við ætlum að byrja á því. Hérna er texti, sem er bara venjulegur texti sem er fastur. Og hérna er label sem er create label for the annotated symbol. Það þýðir að þetta er label sem við notum síðan parametri til þess að búa til svona breytu. Labelin er einfallega svona, við getum valið hérna hvernig hann liggur í blaðinu, þetta er svona við þekkjum í Word og öðrum forritum. Og svo er hérna mismunandi textastæðir, ég ætla að sýna eftir hvernig við búum til mismunandi textastæðir. En labelin er einfallega svona, sjáðu, það kemur upp label parametrin sem við þurfum að velja hérna, hvaða parametri við viljum fara að vinna með. Og þetta þekkið þið, þetta er client name, þetta er current revision, við förum það í öðrum innbandi, það sýnir breytingar og svo kemur hérna date timestamp, það er svo dagur og tími, hönnur, teiknað af, file path, það er sem tengir undir hvar kemur þessu skrá. Við getum notað scale, skalan, og við getum notað sheet number, sheet name, sheet, product status, númer og hérna getum við breytt, eins og notum við labelina til þess að parametrin er breytan og við þurfum að tengja labelin við ákveðin parametri eftir hvað hann var að gera. Við smellum hérna inn í og hérna heitir parameters name og hérna getum við skrifað inn til dæmis hérna sample value, hvað kemur upp svona sjálfkrafa. Hérna er alltaf að hafa bara 1/xx sem dæmi. Ítlum OK og þá kemur þetta hérna inn. Og þetta mun, þessi scale parameter sem dæmi, hann vinnur með eins og til dæmis sem við setjum floorplan eða grunnteikningu inn á teikniblaðið og hann er í skalanum 1/50, þá leitar þessar upplýsingum
inn í grunnskjalið og breytir hérna textanum þetta sé 1:50. Ef við breytir síðan skalanum á grunnskjalinu eða grunnmyndinni, setjum við 1:100. Þetta er þess að breyta sjálfkrafa 1:100. Þannig að leiðbeilarnir í Revit eru svolítið svona smartir eða þess vitranir, þeir lesa úr gögnum frá hverjum öðrum. Ef ég færi svo hans yfir textastærðirnar, hvernig það eru, þeim er breytt, hvort sem það er í label eða í venjulegum texta hérna, svona. Þá sjáum við að, ef ég skrifa hérna inn, þetta er bara texti. Ég er bara að gera þetta þess að sýna ykkur, þið vinnir síðan með þetta í, nú við ekkur hvarfan hjá mér, þið vinnir svo með þetta í, hana. Þannig að þið eru að fara að teikna upp hérna teikniblaðið sjálf. Sko, já hérna viltu textum. Þið sjáu hérna erum við með textastæðir 8 og 12. Það er ekki alveg það sem við erum að leita að. Ef við skoðum aðeins fyrirmyndina af blaðinu okkar hérna, þá sjáu þið hérna erum við með ARIA-TEG, ég ætla að búa til texta. Við erum með tvær gerðir af föstum texta, sýnist mér. Nei, það eru fleiri, að sjá, hérna erum við 2 mm. Þetta er bold, þannig að við þurfum að eiga 2 mm bold texta. Og svo skulum við búa til leysi með 2 mm bara venjulegur, ekki bold. Þið síðan teiknið upp, búið til hérna textastærðirnar. Þið þyrftum að eiga hérna til þannig hérna. Þessi hérna er 2 mm. Þetta er sem sagt 2,5 hérna. Og síðan þegar við förum inn í hérna labeluna, að þá þarf að búa til 5 mm texta og 3,5 mm texta og 2 mm. Þessi 5 er bold, þetta er hérna 3,5 Arial, ekki bold, og 2 mm texti. Við erum búa til hérna 2 mm texta, sýnum hvernig það er gert. Þá myndum við fara hérna í Edit Type og við sjáum að þetta er System Family Text hérna og þetta er 8 mm og þessi 8 mm hann er skiltur út í hérna sem textasett 8. Hann er Arial og það er ekki hakað við bold. En við ætlum að búa til þessi með 2 mm, þannig að við skulum velja bara hérna duplicate og gefum þessi heiti 2 mm bold. Svona. Þá erum við komin með nýja undirfjölskyldu, hérna er alltaf til staðar hérna, við erum að fara að breyta þessari og segjum að hún sé í textasett 2 og högum við bold. Það var það komið. Þessi hérna bakgrund er obgeis eða transparent, það þýðir sem þetta er fylltur bakgrunn eða er hann gegnsær. Það er smá munur á því líka. Við sýnum hérna obgeis hérna, ok. Og sjáðu þarna minnkaði niður, þetta var 8 mm áðan og það var nú pínu lítill. Ef hann er með eins og við stiltum hann með OPEX hérna, eða hvernig við segjum þetta, og við breytum henni transparent, sjáum hvað gerist hérna í þetta apply, þá verður hann sem sagt gegnsær, hann verður eins og stakur testi. Gerum þetta svona og sama hátt ætlum við að búa til 2 mm sem er ekki bold. Við erum með duplicate, stróka út þetta bold-dæmi. Þannig að það er búin að gefa sér nafn og búin að skilgreina þetta. Þannig að hafa smá bíl hérna á milli. Ok. Og afhaka hérna bold-dæmið. Og þá er hann komið sem. Sem getum við alltaf eftir að breyta textanum með þessi hérna er tekið nei og segjum að þetta eru bold, þá förum við bara í það. Það er ekki flóknara en það. Ég búið til þess að textastæðri eins og sýnt er hérna á fyrirmyndinu. Textastæðin hér er náttúrulega gerð á nákvæmlega sama hátt. Þannig að við bara veljum hér, gerum duplicate og búið til þess að stafastæðri sem til þarf. Þá ætlum við að
klára að sýna ykkur hérna snöggvar svona áður í lokka þessu label að hérna náttúrulega erum við með properties, við erum með 8 mm, ef við ætlum að búa til eitt sem er 5 mm bold þá einfallega fer ég hérna í edit. Ég er með System Family label núna, við vorum með text á við erum duplicate og segi hérna 5 mm bold, svona. Þá erum við búin að gefa þessu nafn, þessu undir fjölskyldu eða hvað sem við viljum kalla hana. Segi hérna að sé 5 mm og ég haka hérna við bold hérna. Þá ætti þetta að vera komið. Svona offset, við getum líka breytt hérna línutiltum og annað. En við getum standið því núna. Og ítum OK. Þá átti þessi að vera komin í 5 mm, þessi hérna er í 2 mm. Og þá ætti okkur ekkert að vera mikið af vanbúnaði, þess að klára að teikna hausinn sjálfan. Ég ætla að sýna ykkur síðan hérna og passa ykkur á því, sjá hvað tekja fyrirmyndi. Við ætlum að teikna þessa krossa hérna í endan á blaðinu og við ætlum að teikna hérna teikniramman þar sem við skilgreinum hvar teikningin getur verið inn á. Og svo eru hérna litli krossar hérna sem sýna blaðarna. Nú erum við búin að fara yfir þessa hérna, við erum búin að starta sýttinni, við erum búin að fara í línustillingar, label og testaferrið og við ætlum að enda því þessum innbandi með að það er hvernig best að vista þetta. Þegar þið eru búin að búa til teikniblaði ykkar, þá er ýmist að þetta fara sko beint inn í loaded to project ef við erum með það opið, það er að segja. Best er að fara hérna í rifmerki hérna uppi og save as family hérna og þið skulum savea þessu inni á ykkar svæði sem bara teiknirammi, þetta er náttúrulega A1 og setjið upp að stafinn ykkar fyrir aftan. Ég er með Rúnar Ingi Guðjónsson, ég setja R.I.G. Teiknirammi R.I.G. og þetta er family step og þetta savið þið og þá getið þið alltaf þegar þið farið inn í nýtt process og farið í seed. Þetta sýnir ykkur það snöggvast. Hérna er ég með opið process og ef ég ætla að fara að búa til new seed kemur hérna new seed, í þessu processi er bara eitt teikniblað greinilega. Ég get farið hérna þá í load og get þá farið inn á mitt svæði þar sem ég var áðan hérna og náði í teiknaramman open og þá er hann komin hérna inn, gerir svona og þá var hann svona hjá mér. Hann var alltaf mjög ómerkilegur út af því að ég var að sýna ykkur núna algjörlega ráðan teiknaramma sem ég var að búa til. Þegar þið eru búin að þessu þá ætti þið að vera komið með ramma. Þetta er svo eitt svona í stærðinni A1, annan í stærðinni A2 og svo eitt hérna fyrir A3. Þá var þetta bara nokkuð gott. Ég ætla svo að sýna ykkur í næstu myndbandi hvernig maður býr til svona ýmsu smáatriði í þessu. Þess að finnst þér þetta. Takk fyrir þetta.